freedom song. Já, góðan og blessaðan daginn. Ég vona nú allir hafi sofið vel í nótt, þrátt fyrir smá kulda, en það ekkert verra en að hristast aðeins í tjaldinu og bara svo hrista sig fram úr. En í dag, sunnudag, verður alveg heilmikil dagskrá. Við byrjum hérna inni eftir smá stund á brauðsbrotningu og þar mun Aron leiða okkur í smá predikun. En það fullt að gerast líka fyrir krakkana, það er útivera og það kennsla og yfirskrift kennsluna fyrir börnin í dag saman stöndum við og það örugglega mjög spennandi. Það bæði hérna klukkan 10 og svo klukkan 11. Nú svo má ekki gleyma því að klukkan 2 í dag að þá sálmastund hérna í Stóra salnum og mér var sagt eftir áreiðanlegum heimildum að það back to basis, hvað sem að það þýðir nú. Og svo samkoman klukkan 6 í dag, ég ætla ekki athygli á honum klukkan 6 en ekki klukkan 7 og þar mun Stefán Kristjánsen predika yfir okkur. Hann var hérna fór á kostum í gærkvöldi og ég held að unglingarnir, ég veit ekki hvenær þau fóru eiginlega að sofa, þau voru mjög uppveðruð og mjög mikil stemning hérna í gær. Nú, já, og enn aftur ætla ég bara að minna ykkur á að það hægt að horfa á quotmod.is eða á lindin.is eða bara hlusta á okkur. Best væri náttúrulega að þið myndu brenna hérna austur eða vestur eftir hvaðan að koma. Og hér, ég get segja ykkur hérna fyrir utan, það er sól í heiði. Þannig að það virkilega gott og gaman að koma hérna. Þannig ég ætla bara að bjóða okkur velkomin. En núna yfir í Stóra salinn og í brauðsbrotninguna og ég þið góðan dag og hlakka til að sjá okkur. Saman stöndum við, sterkur hlið við hlið í kraft og kærleika hans. Markmið okkar eitt, að hefja upp Jesú nafn, svo heimur fái sér, hann lifir í það. Við lyftum Jesú nafni hátt, við lyftum Jesú nafni hátt, svo heimur
saman stöndum við einu sinni enn. Saman stöndum við, sterkur her, hlið við hlið, í kraft og kærleika. Magnið okkar einn, að hefjum Jesú nafn, svo heimur fái sér, hann lifir í dag. Við lyftum Jesú, við lyftum Jesú nafni hátt, við lyftum Jesú nafni hátt, svo heimur fái sér, hann lifir í dag. Við lyftum Jesú nafni hátt, við lyftum Jesú nafni hátt, svo heimur fái sér, hann lifir í dag. Og við lyftum Jesú nafni, við lyftum Jesú nafni hátt, við lyftum Jesú nafni hátt, svo heimur fái sér, hann lifir í dag. Já, hann lifir, við lyftum Jesú nafni hátt, við lyftum Jesú nafni hátt, svo heimur fái sér, hann lifir í dag. Amen, syngjum ég þig lofa. Ég þig lofa, af hjarta og sál, af hjarta og sál. Ég þig tigna, með öllu er ég á, ég þér fylgi, lífið mitt af. Ég vil þjóna, ég vil gefa þér allt, minn Guð. Ég þig tigna af öllu hjarta, lofa þig með öllu er í mér. Ein af þig ég þrá að tigna, ein af þér ber lofsöngur minn. Ég þig lofa drottinn, ég þig lofa, af hjarta og sál, ég þig tigna, með öllu er ég á, ég þér fylgi, lífið mitt af. Ég vil þjóna, já, ég vil gefa þér allt, minn Guð. Ég þig tigna af öllu hjarta, lofa þig með öllu er í mér. Ein af þig ég þrá að tigna, ein af þér ber lofsöngur minn. Ég þig tigna af öllu hjarta, lofa þig með öllu er í mér. Ein af þig ég þrá að tigna, ein af þér ber lofsöngur. Og ég þig tigna af öllu hjarta, lofa þig með öllu er í mér. Ein af þig ég þrá að tigna, ein af þér ber lofsöngur minn. Drottinn Guð, við bara lofum því í dag. Ég þakka þér fyrir þennan nýja dag, Faðir. Ég þakka þér fyrir náð þína sem er ný á hverju morgni. Við bjóðum því velkomin heilagur andi að koma hér inn og við lofum því. Ég þig lofa, af hjarta og sál, ég þig tigna, með öllu er ég á, ég þér fylgi, lífið mitt af. Ég vil þjóna,
Daginn, kæru vinir, gaman að sjá okkur, gjörðu svo vel að fá okkur sæti. Ég ætla að biðja lofgjörðar, nei fyrir ekki, ég ætla að biðja fórnartaka að koma inn það fram og við ætlum að taka fórn núna. Við höfum sett okkur ákveðið markmið sem við köllum 3 milljónir. Það bara einhver tala sem við óskum að geta náð til þess að geta framkvæmt það sem við viljum og stefnum á að gera. Ég veit ekki hversu hvort það nokkur hérna inni sem hefur ekki heyrt hvað hefur verið að gerast hérna á svæðinu á þessu ári og sérstaklega þessu ári. En mér langar samt aðeins að minnast á það. Því að það var myndalegur hópur sem kom hérna fram og tilbaka, aftur og aftur í vetur, eyddi mörgum helgum, sumir hverjir og þeir eiga mikinn heiður skilinn og þakkir fyrir eljusemi og dugnað. Við skulum aðeins bíða með fórnina augnablik. Takk fyrir. En við skulum aðeins bíða með fórnina. Ef við aðeins bíðum með fórnina. En það eru þetta bara fólk eins og þú og ég og þau eru að gera það sem að kannski sum okkar geta ekki gert. En þau hafa hæfileika til. En það var einn maður sem sagði við mig í gær þegar ég tók við forstöðumannsembætti á sínum tíma þá sagði ég við söfnuðinn minn ég bara forstöðumaður þið eru kirkjan við erum kirkjan en þið verðið að finna eitthvað hlutverk í kirkjunni og stundum að þá eins og kirkjan átti sig ekki alveg á því eða einstaklingar í kirkjunni átti sig ekki á því hvert hlutverk sitt í kirkjunni er. Hlutverk okkar í kirkjunni er að standa saman. Fyrst og fremst. Það er að vera eitt í Kristi. Af því að við erum líkami í Jesú Krist og þannig höldum við höfum hvert okkar hlutverk og við sinnum hver okkar þjónustu og við byggjum hvert annað upp. Það sem við tökum erum að gera með því að taka fórn er að hluta til þetta þeir sem að treysta sér ekki til þess að leggja líkamlegt erfiði á það sem þeir eru að gera eða einhvers konar annars konar erfiði eða þeir telja sig ekki hafa hæfileika á einhverjum sviðum eitthvað slíkt en við öll berum þetta saman að þurfa að kosta það allt saman af því það er engin annar sem gerir það sumir halda að þeir sæki þetta bara þeir fá byggilega umslag frá ríkinu reglulega eða innlögn einhvers staðar frá skattinum einhver endurgreiðslu eða eitthvað við vitum að það er ekkert svoleiðis. Þess vegna þurfum við að bera þetta sameiginlega. Og það sem að hefur gerst hérna núna á þessu ári er þessi uppbygging í skálanum sem að kostaði marga milljónir en fyrst og fremst mikla vinnu. Og líka mikið velfylgi annara. Bara hjálpsemi og alls konar innlegg í það sem að er líka svo dýrmætt í þessu öllu. En núna ætlum við að leggja til það sem upp á vantar. Það sem þurfum til þess að klára dæmið. Og auðvitað viljum við halda lengra áfram. Viljum halda áfram eins og hvert ár, klára hér inni, gera endurbætur. Við þurfum að koma þessu þannig í kring að það þjóni okkur. Að við þurfum ekki alltaf að koma hingað til að þjóna því. Við viljum að umhverfi hérna þjóni okkur. Og nú langar mig, ég ætla að reyna að hafa þessi orð eins stutt eða fá eins og ég get, en nú langar mig að við leggjumst á eitt. Ég veit að margir hérna inni eru búnir að gefa
og það frábært. Ég ekki að biðja ykkur að tæma veskinni ykkar. Ég ekki að biðja ykkur að taka aftur og aftur 10.000 kallin alveg bara hvern á fætur öðrum. En ég bara biðja ykkur að eins og orð mín eru að við leggjumst á eitt. Leggjum hönd á plóginn með því að gefa. Það bara hlutverk okkar. Nú ætla ég að biðja ykkur að rísa úr fætur og við skulum biðja saman og ef Drottinn leggur þér á hjarta eitthvað varðandi fórnina, þá hvet ég til þess að fylgja því, vegna þess að það blessun fyrir þig. Miklu meira heldur en blessun fyrir mótið eða fyrir starfinu sem hér í gangi og þeim framkvæmdir sem eru gerðar hérna. Það fyrst og fremst blessun fyrir þig. Drottinn, ég þakka þér Jesús fyrir náð þín og miskunn og ég lofa fyrir það, Drottinn minn, að þú gefur okkur eilíft líf í þér. Og ég þakka þér, Drottinn minn, að þú hefur gefið okkur náð til þess að vera eitt á líkama þínum eða í líkama þínum, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir hvern og eitt sem hérna inni, sama hverjir hæfileikarnir eru, sama hver samkomusóknin sama hversu lengi við höfum verið frelsuð í þér, sama hvernig aðstæður okkar eru, hvern einasta sem hérna inni, Drottinn. Og ég þakka fyrir að þú hefur frelsað alla á sama hátt með því að gefa líf þitt, með því að blóð þitt rann á krossinum til þess að við mættum verða leyst vegna þín. Og ég þakka þér fyrir það, Jesús. Og ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú hefur gefið okkur að við getum kallað hvert annað systur og bræður og við megum vera eitt í þér. Drottinn, ég fel þessa fórn í þínar hendur og ég þakka þér fyrir það að þú gefur okkur hjarta sem örlátt, þú gefur okkur hjarta sem að gefur, þú gefur okkur hjarta sem að deilir með og leggur hönd á plóginn, hjálpar til og hvort sem það í fjármunum eða með höndum okkar eða með hæfileikum okkar á hvaða sviði sem Drottinn, ég fel þessa fórn í þínar hendur og ég þakka fyrir að þú blessar glaðan gjafara í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel, fórnartakar. Gjörðu svo vel. Bjóð ykkur að taka þátt í lággjörni þegar þeir eru búin að setja í fórnabaukana og endilega taka í þátt. Finnið ykkur frjálst þess að syngja með, lyfta höndum eða hvernig sem ykkur líði þægilegast. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me worship.
thank you for the cross. Oh, takk fyrir blóð þitt, Jesus, og kross þinn, halleluja. Oh, and I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Syngjum við einu sann, here I am. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Halleluja, takk Jesus. Takk Jesus, við lofa þig heilagi Faðir. Við lofa þig heilagi Faðir. Takk fyrir nærveru þína. Við lofum þig, við upphefum þig. Þú einn ert verðugur. Þú einn ert konungur konunga. Drottinn, við stillum hjörtun okkar af. Við samstillum hjörtun okkar og við einblínum á þig, skapara heimins og jarðar. Hjálpaðu okkur að sjá son þinn Jesus upprisin, konung. Hjálpaðu okkur að sjá þegar við krýnum þig konung hjart okkar. Tökum bara smástund og bara spjöllum við frelsarann, tölum við frelsarann. Tölum bara með okkar eigin orðum, bara lyftum upp bæn, lyftum bara upp bæn í smástund. Heilagi Faðir, við lofum þig, Jesus. Lofum þig, Jesus. Ó, Jesus, velkomin. Heilagur, heilagur, heilagur. Heilagur, heilagur, heilagur. Heilagur, heilagur. Við upphefum þig. Við upphefum þig. Við upphefum þig. Þig og Guð. Við upphefjum þig. Við
name, hallelujah. Lyftum oss upp til drottins, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Takk Jesus, halleluja, við lofum þig. Syngja halleluja. 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 Jesus. Jesus fyrir nærveru þína. Við lofum þig heilagi Faðir. Þú ert heilagur, heilagur konungur minn.
Okkur langar í dag, eins og síðustu 2 ár, þá langar okkur að okkur í stjórn kirkjunar, okkur forstöðumönnum, þá langar okkur að fá að heiðra þá sem að hafa farið á undan og rutt brautina. Og mér langar að biðja alla forstöðumenn í Hvítasunnu kirkjunni og kannski bara makana þeirra líka ef þeir eru með að koma inn upp til mín. Og það eru 2 aðilar eða hjón og síðan maður sem okkur langar að fá að heiðra hérna í dag fyrir að hafa staðið og haldið áfram að þjóna Guði. Og við heyrðum ræðuna hjá Stefán í gær, þar sem hann lýsti forstöðumannshlutverkinu. Þetta er oft barátta. Og fyrst langar mig að biðja hann, minn kæra bróðir, Hallgrím Guðmannsson, að koma hérna upp. Og ég veit honum finnst örugglega erfitt að stíga hér upp og láta þakka sér frammi fyrir okkur öllum. En Hallgrímur, komdu hérna. Hallgrímur tók sem ungur maður á móti Jesú í Fíladelfíu í Reykjavík og fljótlega fór hann að fara í boðunarferðir landið ásamt Dagbjarti heitnum og Þorsteini Einarsinni, afa mínum. Og þetta stundaði Hallgrímur í mörg ár. Fórum, seldi bækur, þeir héldu samkomur og þeir blessuðu út all land. Seinna árið 1970 þá nýgiftur Hólmfríði Magnúsdóttur, þá fluttu þau hjónin á Selfoss og fluttu inn í íbúðina sem að þá var í kirkjun á Selfossi. Og þar sem ekkert starf var í kirkjunni, að þá hófu þau starf. Og þau voru með samkomur og þau voru með bænastundir 2 í viku og fleira starf. Og í 32 ár héldu þau starfinu úti. Ekki svo lengi. Hvað var það lengi þá? Já, ok, 27, en þau tóku þátt í starfinu 30 ár. Það langur tími. Og kirkjan var aldrei mjög stór, en þau héldu alltaf áfram að þjóna Guði og vera trúföst. Og þetta viljum við heiðra hér í dag. Og þegar ég og kona mín 2002 fengum að taka við starfinu á Selfossi, þá fundum við hvað var gott að ganga inn í alla þá bæn sem hafði verið lögð til grundvallars af Hallgrími og Hólmfríði í öll þessi ár. Og við, kæri bróðir, við viljum fá að heiðra þig, gefa þér þennan skjöld hérna og á honum stendur: Hvítasunnu kirkjan á Íslandi þakkar Hallgrími Guðmannssyni fyrir allt hans framlag til uppbyggingar kristninnar á Íslandi. Drottinn blessi störf þín 2. ágúst 2015, stjórn Hvítasunnu kirkjun á Íslandi. Og leið þá viljum við heiðra minningu konaðinnar sem stóð svo klettur við hliðina á þér og blessa minningu hennar. Amen. Gjörðu svo vel. Amen. Við skulum rétt út hendurnar til hans. Hallgrímur kemur hérna og leifur okkur umkringjaði og okkur langar að fá að blessa þig. Komdu bara hérna. Amen. Helgi, erst þú til að leiða í bæn? Drottinn minn, þökkum við fyrir starf og þjónustu Hallgríms og konunars, drottinn minn. Þeirra hjóna, drottinn, öll þessi ár fyrir þitt ríki. Og heilagi Faðir minn, þakka þér fyrir að fáum að standa hér í dag og heiðra þau og þakka þeim, drottinn, og lofa þig fyrir það verk sem þú fengið að vinna í gegnum þau. Og drottinn minn, við biðjum að þú blessir öll frækornin sem þau hafa sáð í gegnum tíðina, drottinn minn. Faðir, við biðjum að þú heyrir allar bænirnar, drottinn, sem þau báðu í gegnum árin, drottinn, og áratugina í þjónustu við þig. Og drottinn minn, blessaðu áframhaldandi það verk sem þau lögðu grunninn að. Og blessaðu Hallgrím, drottinn, og allt hans fólk í Jesú nafni. Amen. Við lofum þig og við þökkum þér og við biðjum það, drottinn minn, að hann muni aldrei skorta trúfasta þjóna í ríki þínu. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Amen.
Amen, Guð blessi þig. Þú mátt fara. Getur farið niður núna? Farið bara niður. Auk starfsins á Íslandi að þá sendu Hallgrímur og Hólmfríður út endalaust magn af kristilegum ritum til Austur-Evrópu. Þegar múrinn var það bil að hrynja, múrinn og tjaldið, tjaldið, að þá trúfastlega senduðu biblíur þangað sem að til þeirra sem höfðu þær ekki. Og það eru margir sem þakka þeim þar líka. Og síðan það hjón sem að okkur langar að heiðra hér í dag. Hjónin Steini og Helga, eða Þorsteinn Pálmar Mattíasson og Guðni Helga Örvars. Og mér langar að biðja ykkur að koma hérna upp líka. Þið ekki örugglega hérna með okkur, einhvers staðar? Steini með okkur allavega. Þau hjónin, þau eru ekki alin upp í kirkjunni. Þvert á móti, þau tóku á móti Jesú hún 1991 og hann 1992 á Höfn í Hornafirði. 93. 91. Höfðu það rétt. Og þau frelsust inn í hóp sem hét Lifandi vatn, þetta var svona bænahópur og fljótlega tóku þau við hópnum og héldu hópnum úti í mörg ár á heimili sínu. Opnuðu stöðulega heimili sitt fyrir fólki sem vildi koma og lofa Guð. Síðan var árið 2002 var keypt kirkjubygging og kirkja formlega stofnuð í kjölfarið. Og öll árin stóðu þau vaktina, voru trúföst og héldu út starfi. Og Steini var fyrsti forstöðumaðurinn sem við eigum á Höfn. Og kirkjan á Höfn svona vin í eyðimörkinni. Þetta eina Hvítasunnu-kirkjan frá, getum sagt, Kirkjulækjarkoti og alla leið til Vopnafjarðar. Vitið þið hvað það margir kilometrar? Það örugglega svona 600-700 kilometrar, 800? Nei, ég veit það ekki. Það fullt af kilometrum. Það mjög langt. Og við erum svo þakklátt fyrir að það kirkja og fyrir ykkar starf sem þið lögðu grundvöll að. Og það var síðan lagt í hendurnar og öðrum. Nú Matthildur Þorsteinsdóttir, nú hún forstöðukona á Höfn og við viljum svo gjarnan fá að blessa ykkur hjónin fyrir trúfest ykkar, fyrir heimsókninar landi sem þið hefur farið og hvernig þið hefið stöðulega haldið áfram og komið. Og hérna stendur Hvítasunnu-kirkjan á Íslandi þakkar hjónunum Þorsteini Pálmari Mattíasyni og Guðnýju Helgu Örvars fyrir allt þeirra framlag til uppbyggingar kristninnar á Íslandi. Drottinn blessi störf ykkar 2. ágúst 2015. Stjórn Hvítasunnu-kirkjunnar á Íslandi. Gjörðu svo vel. Þakka þér. Og elsku Helga, ef þú ert að horfa á okkur gegnum netið, Drottinn blessi þig og þakka þér innilega fyrir allt þitt starf. Komdu hérna. Og sama áttu við báð fyrir Hallgrími, þá skulum við blessa Steina og Helgu, þóttum sé ekki með okkur, og og heiðra þau. Chris, vilt þú kannski? Father, we thank you for the privilege of standing here today. We thank you for this man of God and his wife who have stood so strong through the storms and through the difficulties, have stood and stood, holding on to a vision which you gave them, Lord, going each day and standing on a hill and praying in the rain and the snow, and whatever it took to see that vision through. Lord, we thank you for this man of vision and his wife, that they have stood for you. We pray, Lord, they will continue to do that for years to come, and that, Lord, they will be an inspiration to others to stand and to see the vision through. So we thank you, Lord, for the privilege of standing and praying with this man today and his wife. As Lord, you bless this land through your people. We just want to say we thank you and we love you. In Jesus' name. Amen. Kæru bróðir. Amen. Takk ykkur fyrir. Halleluja. Ég var að syngja síðast erindi aftur. Höldum áfram að standa og lofum Guð að við fáum að heyra orðið.
Halleluja, við eigum yndislegan Guð. Algjörlega. Og við erum svo þakkláttur fyrir að við fáum að koma hérna saman einu sinni á ári. Öll kirkjan á Íslandi. Og við fáum að eiga samfélag saman. Fáum að koma saman sem eitt hjarta frammi fyrir einum föður. Það er stórkostlegt. Pabbi minn, sem er hérna inni, hann fór í hjartaaðgerð fyrir nokkrum árum. Það voru stíplaðar í honum æðarnar og í kringum hjartað og hann var í alvarlegri lífshættu. Og það sem þeir gerðu var að þeir skáru upp allan brjóstkassan og þeir spenntu upp hjartað, spenntu upp brjóstkassan og þeir tóku hjartað úr. Sjáu þetta fyrir ykkur. Og þeir lögðu það á svona bakka þar sem þeir unnu í því. Á meðan hann, einhvern veginn náðu þeir samt að pumpa blóðinu áfram. Svakalegt. Og síðan settu þeir hjartað aftur í og lokuðu fyrir og svona. Og ég spurði pappa svona fljótlega eftir þess aðgerð hvort hann væri ekki örugglega búin að bjóða Jesú aftur inn í hjartað sitt. Svona bara til öryggis. En sennilega gerist þess ekki þörf. Vegna þess að Jesú hann yfirgefur okkur aldrei. Sérstaklega ekki þegar að vera að taka hjartað úr okkur og erum í erfiðum kringumstæðum. En í dag langar mig að tala hjartað. Ég ætla ekki að tala hjartað á pappa og ég ætla ekki að tala þetta líkamlega hjartað sem pumpar blóðið stöðulega, heldur innra hjartað okkar andlega hjarta sem að ræður viðhorfum okkar, sem að stýrir samfélagið okkar við Guð. Og ég veit ekki hvernig það er hjá þér, en ég held að margir hér inni hafi glímt við alls konar hjartavandamál í gegnum tíðina. Við höfum gengið í gegnum alls konar hjartaflögt, gangtruflanir, jafnvel alvarleg hjartaáföll. Og ég trúi því að Guð vilji að sitt fólk að við fáum heilt hjarta. Ég trúi því að hann vilji að við höfum heilt hjarta sem að gengur og pumpar blóði og fáum að vera heil frammi fyrir honum. Yfirskrift mótsins er leiti drottins af öllu hjarta. Og til þess að við getum leita drottins af öllu hjarta, þá þurfum við að hafa opið hjarta. Þá þurfum við að hafa opið hjarta til að taka á móti því sem að hann vill vinna í hjörtum okkar. Og ég hveti núna til þess að leggja niður hindranir og hafa opið hjarta fyrir því sem Guð vill gera í lífiðinu. Vegna þess að Guð getur ekki starfa nema við opnum hjarta okkar. Vegna þess að nema við leyfum honum að koma inn. Og sem kristnir, að þá erum við rosalega góð. Við erum góði að brosa. Er það ekki? Við erum góði að brosa, við erum góði að vera glöð. Og aftur hef ég séð fólk þegar það kemur til Jesú að þá byrjar það bara að brosa. Það gerist eitthvað stórkostlegt. Það kemur svona stórkostleg tilfinningi við líf okkar og það breytist eitthvað innra með okkur og allt í einu kemst gleði að og við byrjum að brosa. Og sem er stórkostlegt. Þegar við upplifum Jesú þá gerist eitthvað. Og ég sem sonur forstöðumannsins
og frá fæðingu þá hef ég upplifað það er bara gert ráð fyrir að ég brosi. Ég man þegar ég var á fæðingadeildinni nýfæddur og lá þarna og þá komu gestir og þeir sögðu bara, hvað ætlar barnið ekki að brosa, er þetta ekki svona forstöðumaður? Kannski ekki alveg, en maður hefur þess að svona, maður upplifið það að maður á að brosa. Og sem kristið fólk, þá erum við kölluð til að sýna kærleika og við erum kölluð til þess að vera góð. Sérstaklega menn eins og ég að Helgi, það sem er bókstaflega í starfslýsingunum okkar, að við eigum að vera góðir. Sérstaklega á sunnudögum milli 11 og 1, þá eigum við að vera mjög góðir. Klappa börnum á kollinn og vera yndislegir. Þetta sjá okkur á öðrum tímum? Nei, tjók. Og það sem gerist er að það reynir á okkur þarna að vera ekki tvær manneskjur. Vera ekki manneskjan sem að brosir þegar allir eru í kringum okkur en síðan er eitthvað allt annað í gangi hérna inni. Og það sem gerist og getur gerst er að hegðun okkar getur farið fram úr hjartan okkar. Við pössum okkur rosalega vel að haga okkur rétt, að gera rétt, við vitum hvað við höfum að gera, við vitum hvernig við höfum að haga okkur, en við gleymum að passa upp á hjartað okkar. Við gleymum að passa upp á það sem er þarna inni. Og þú og ég getum orðið tvær ólíkar manneskjur. Og þegar Jesús gekk á jörðinni, þá var eitt sem fór alveg rosalega í taugarnar á honum og hann bara bókstaflega þoldi ekki. Og hann lét fólk heyra það. Og það var fólk sem þóttist vera eitthvað annað hið ytra en var eitthvað allt annað hið innra. Og eitt skiptið þá lét hann faríseana rosalega heyra það. Og það er bara þvílík skammaræða hérna í Mattheus 23:25. Vil ég heyra hana? Það stendur, vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar, þér hreinsið bikarinn og diskinn að utan, en innan eru þér fullir yfirgangs og óhófs. Blindi faríseir hreinsaði fyrst bikarinn að innan, að hann verði líka hreinn að utan. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar, þér líkist hvítum, kölkuðum, gröfum. Þeir sýnist fagrir að utan, en að innan eru fullir af dauðra manna beinum og allskyns óþverra. Þannig eru þér sýnist hið ytra réttlátur í augum manna en hið innra fullir hræsni og ranglændis. Vá, hvað þeir hafa fílað hann eftir þessa ræðu. Það er gaman að heyra þetta. Og alveg eins og á fyrstu öld, þá er það núna á 21. öld, að við erum rosalega duglega að passa upp á hegðun okkar. Við erum rosalega duglega að passa upp á ytra útlitið, en við gleymum að hugsa upp á hjartað okkar. Jesús þoldi ekki hræsni. Og hræsni er þegar það er ekki samræmi milli hegðunar okkar og það sem er í gangi í hjarta okkar. Guð horfir á hjartað. Við höfum oft áhyggjur af því sem menn hugsa, en gleymum að hafa áhyggjur af því sem Guð sér. Vegna þess að Guð sér alla leið gegnum okkar. Í Rómverjabréfi 8:27 stendur, en hann sem hjörtun rannsakar, hann veit hver er hyggja andans, að hann biður fyrir heilögum eftir vilja Guðs. Hann rannsakar hjörtun og hann þekkir hjörtun. Og spurningin til okkar er þessi, endurspeglar hegðun okkar hið ytra það sem er í gangi hið innra? Er samræmi þarna á milli? Vegna þess að ef við pössum bara upp á hegðun okkar en gleymum að hugsa hjartað okkar og passa upp á það, að þá mun sá dagur koma að það sem er í gangi í hjarta okkar, það kemur fram í hegðun okkar. Og það verður mjög líklega ekki góður dagur. Við þurfum að passa upp á hjartað okkar. Og hugsanlega gæti það orðið versti dagur lífstíns. En það er til leið til þess að koma í veg fyrir þennan dag. Og sú leið er að við pössum upp á hjartað okkar. Að við pössum ekki bara upp á hegðun, heldur við pössum upp á hjartað okkar. Það sem er í gangi í hjarta okkar. Við getum kunnað alla réttu hegðuna, við getum kunnað að segja allt það sem er rétt, við kunnum að segja allt það sem við höldum að fólk og Guð vilji heyra, en ef það endurspeglar ekki ástand hjarta okkar,
að þá segir Jesús að það hafi ekkert að segja. Og aftur í Mattheus 15 hann að pirra sig yfir faríseugunum og vitnar í Jesú og segir við Jesaja og segir við á hræsnarar, sannspár var Jesaja yður, hann segir, líður þessi heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeir langt frá mér. Til einskis dýrkar þeir mig. Með öðrum orðum, þeir kunna lögin, þeir kunna frasana, þeir kunna minnisversin, en hjarta þeirra ekki hjá mér. Það hjartað okkar sem Guð vill. Heyri amen við því. Ég ætla að fá mig smá vatnssopa. Allt og oft höfum við séð fólk, menn og konur, sem hafa verið áberandi í kristilegu starfi, fólk sem við elskum, sem við heiðrum, bæði út í löndum, í hinum stóra kirkjulega heimi, og síðan bara hér á Íslandi. Fólk sem við höfum elskað og virt, og við skiljum, og síðan fellur það. Fellur í einhverja synd og einhvern óheðleika eða hvað sem er. Og við skiljum bara ekkert í þessu. Og við spyrjum okkur, en það var alltaf svo allt í lagi honum. Eða hún var alltaf svo indæl. Og ég borðaði með honum í síðustu viku og það bara leit allt út fyrir að vera lagi. Og við skiljum ekki hvað gerðist. Og það komst upp framhjáhald eða þjófnað eða óheðleika og við erum alltaf í að pissa. Hvernig gat þetta gerst? Hvernig gat þetta gerst hjá honum? Hvernig gat þetta gerst hjá henni? Og þetta var vegna þess að einn daginn gleymdu þau að passa upp á hjarta sitt. Þau héldu hegðunin réttri, en þau gleymdu að passa upp á hjarta sitt. Alveg eins og við. Við erum miklu betri í að passa upp á hegðun okkar, en við erum að passa upp á hjarta okkar. Og þegar við heyrum svona fréttir, þá erum við alltaf í að pissa og við erum leið og við tekkum á okkur sjálfum. Við hugsum, allt í lagi á mér, gæti þetta gerst fyrir mig? Og smá tíma þá sannfærum við okkur sjálfum, nei, þetta geti aldrei gerst fyrir mig. Ég myndi aldrei fara svona. Þetta myndi aldrei koma fyrir hjá mér. Ég kann að passa mig. Ég kann að stoppa mig af. Jú, ég hef haft svona freistingar, ég hugsa svona hugsanir, en ég myndi alltaf ná að hafa stjórn á því. Og við stoppum þar. Og við hugsum með okkur, hlutirnir, þetta skiptir ekki máli ef enginn kemst að því. En það skiptir máli og að lokum mun það sem í hjarta okkar koma fram á yfirborðinu. Ef við gerum ekkert í hjarta okkar. Í 1. Korinthubréfi, kafla 10, versi 12 stendur, sá hyggst standa, gæti því vel að sér að hann falli ekki. Og Salómon konungur, sem oft hefur talað sem einn af vitrustu mönnum jarðarinnar, hann skrifar í 4. orðskviði, versi 23, varðveit hjarta þitt framar öðru, því að þar eru uppsprettur lífsins. Ég var að segja þetta saman. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru, því að þar eru uppsprettur lífsins. Og þetta var skrifað fyrir nokkur 1000 árum, þegar, það voru sömu freistingar, en núna fáum við þær bara í miklu stærri skömmtum, með miklu öflugra aðgengi. Og ef það þurfti að passa upp á hjarta sitt þá, hversu mikið þurfum við þá ekki núna að passa upp á hjarta okkar? Passa upp á það. Svo hvernig pössum við upp á hjarta okkar? Hvernig varðveitum við það? Þannig að gleðin sem við eigum sé ekta. Þannig að hjarta okkar sé heilt. Þannig að við séum alvöru. Fyrsta og mikilvægasta leiðin er að við höldum stöðugu samfélagi við Jesú. Við verðum að gera það. Og það er eitthvað sem við þurfum að gera á hverjum degi. Við þurfum að lifa í anda Guðs. Og við vitum það, og við erum búin að heyra það á þessu móti, og við munum heyra það aftur og aftur. Ég ætla ekki að kafa hún í það. En mér langar að fara í 3 atriði sem við getum gert til þess að þjálfa hjarta vöðvan okkar, sem við þurfum stöðulega að vinna í. Þannig að hlutir fá ekki að grassir í hjarta okkar sem að mundu á endunum fell okkur. Og endilega, ef þið eru með eitthvað til að skrifa niður, þá bara gerið það. Hjartað er vöðvi sem þarf hreyfingu. Og við þurfum að hreyfa okkur til þess að hjartað haldi sterkara og betra.
og það er ekkert skemmtilegt en við þurfum samt að gera það og hjarta þarf gott mataræði og allt þetta. Og andlega hjarta okkar lítur sömu lögmálum. Við getum ekki sett hvað sem í líkam okkar. Við getum ekki sleppt í að hreyfa okkur og æfa okkur. Og það eru nokkrar æfingar hjartan sem að virka og gera okkur kleift að varðveita hjartað okkar, að passa upp á það. Þannig að það fá að vera heilt og það fá að vera hreint og við fáum að halda okkur við Drottinn. Vegna þess að hjarta okkar uppspretta lífs okkar. Og hjarta þarf að vera í lagi. Og þessir hlutir eiga þeir sameiginlegt okkur finnst þeir ekki merkilegir. Okkur finnst þeir ekki skipta það miklu máli. Vegna þess að akkurat núna þá finnst okkur þeir ekki hafa áhrif á okkur. Þeir fara ekki að hafa áhrif á okkur fyrir við virkilega missum stjórna þeim. En núna höfum við lært að stjórna þeim. Núna höfum við lært að passa upp á það. En sá dagur kemur ef við pössum ekki í hjarta okkar að við missum stjórnina. Fyrsta atriði sem ég langar að minnast á eru leyndarmál sem eiga ekki fréttast. Við höfum öll átt svoleiðis. Og kannski eru einhverjir og örugglega margir sem eiga svoleiðis. Og þarna ég ekki að tala að halda þið leyndu hvað konan á að fá í afmælisgjöf. Það leyndarmál sem má vera og í raun ætti að vera. Alveg þangað til hún á afmæli. Ég að tala hluti sem valda sektarkennd. Hluti sem að við vitum að þeir eru ekki í lagi. Og þess vegna segjum við engum öðrum frá þeim. Hluti sem þú passar það að segja engum frá vegna þess að þú ert vissum að ef fólk myndi frétta þeim að þá myndi þið að missa álit á þér. Þá myndi þið horfa aðeins öðruvísi á þig. Og þú óttast afleiðingar þess sem það hefði að það myndi komast upp. Hvað yrði orðspor mitt? Hvað myndi fólk segja? Hvernig myndi fólk hugsa mig? Og í Jakobsbréfinu 5. kafla vers 16 standi þessi mögnuðu vers: Játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og biðji hver fyrir öðrum til þess að þér verði heilbrigðir. Og það er tvennt sem við höfum öll sameiginlegt. Við höfum öll átt leyndarmál sem við viljum ekki aðrir viti. Vegna þess að við skömmumst okkar fyrir. Það er skömm í lífum okkar. Við erum hrædd að ef það kemst upp hvað við erum að gera eða svo synd sem í lífum okkar eða eitthvað sem við gerðum, ef það kemst upp að þá munir fólk líta niður á okkur. Og það sem við hefum líka sameiginlegt er okkur finnst öllum alveg rosalega erfitt að játa það út. Er það ekki? Einhvern sem finnst það auðvelt að játa syndir sínar bara fyrir öðrum. Það er ekki létt. Það er erfitt. Og þess þá heldur þurfum við að gera það. Og ég vil segja við þig, það er miklu betra að koma fram og játa syndir sínar fyrir ykkur sem að elskar þig og þú treystir og virðir þig, heldur en að bíða með það þangað til einhver sem elskar þig ekki og þú treystir ekki kemst að því og það kemst upp í loftið. Það verður ekki góður dagur. Finnum fólk sem við treystum. Finnum fólk sem að elskar okkur og við elskum og opnum hjarta okkar. Játum syndir okkar. Hættum að gefa djöflunum aðgang að okkur til þess að ásóka okkur, til þess að þrykkja okkur niður, til þess að halda okkur í felum með þá hluti sem að gerjast í hjarta okkar. Hjarta okkar verður ekki heilt á meðan það eru hlutir sem að enginn má frétta af í lífum okkar. Það getur ekki orðið fullkomlega heilt. Og þá erum við ekki að varðveita hjarta okkar. Og uppsprettur lífsins í lífum okkar þær mengast. Við verðum að gera þetta. Við verðum að opna hjarta okkar. Líf án sektarkenndar, líf án nokkurs feluleiks er gott líf. Þegar samviska okkar er hrein, þegar við erum í flæði, þegar við erum algjörlega laus við sektarkennd. Vegna þess að við höfum ekkert að fela lengur. Það er gott líf. Það er yndislegt líf. Og eins og allt annað í hjartanu, þá er játning eitthvað sem við þurfum að stunda stöðulega. Það er ekki eitthvað sem við gerum einu sinni, heldur þurfum við stöðulega að vera tilbúin. Við erum með það hjartalag sem að játar. Og það besta er að hafa fólk í kringum sig sem að þú játar fyrir og það játar fyrir þér. Og það er bara svona eðlilegu hluti af rútínu lífsins. Ok, þetta var auðvelt, eða ekki?
Næsta atriði, fyrsta atriði var leyndamál sem enginn má frétta sem valda sektargerð. Næsta beiskja og reiði. Beiskja og reiði koma frá því þegar við erum sannfærð að einhver hafi gert eitthvað á okkar hlut. Einhver hefur skaðað okkur, einhver hefur tekið eitthvað frá okkur, einhver hefur gert okkur eitthvað á okkar hlut sem hefur valdið okkur sársauka. Og oftar en ekki höfum við alveg rétt fyrir okkur. Þetta hefur verið gert á okkar hlut og þetta hefur valdið okkur sársauka og þetta hefur valdið okkur erfiðleikum. Það hefur verið gert á okkar hlut. En reiðin, hún lætur okkur líða illa. Hún hindrar okkur frá tækifærum. Og reiðin hefur þann eiginleika að hún tekur yfir hjart okkar. Að hún hefur áhrif á aðra hluti sem við erum að gera. Það einhver fer allt í gegnum þessa sígi beiskjurnar og reiðinar. Og hún skaðar okkur. Og hjart okkar verður ekki heilt. Vegna þess að það fer allt í gegnum þessa síu beiskjurnar sem er í líf okkar. Og við náum ekki að elska fullkomlega. Lausnin við reiði er mjög einföld. Hún er fyrirgefning. Hún er að gefa upp skuldina. Hún er að segja, manneskjan sem gerði þetta, hún skulda mér ekki neitt lengur. Og ef þú þarft að gera það aftur, þá gerur það aftur. Eins lengi og það þarf, þá gefur upp skuldina og þú fyrirgefur. Til þess að beiskjan fari. Til þess að þessi síja sem allt annað fyrir gegnum fari úr lífum okkar. Til þess að elska Guðs ná að flæða heil í gegnum líf okkar. Þú sem skaðaðir mannorð mitt, þú skuldar mér ekki neitt lengur. Fyrrum atvinnurekandi sem sagði mér upp og ég átti það ekki skilið, þú skuldar mér ekki neitt lengur. Mamma og pabbi sem skildu því æsku þannig að heimilið var sundrað, þið skuldar mér ekki neitt. Ég fyrirgef ykkur, ég gef ykkur upp skuldina og þú fyllir inn í eyðunar. Hvaða hlutir það í lífum okkar sem við berum beiskju og við berum gremju gagnvart? Og það er auðvitað ekkert létt að fyrirgefa. En þetta er val, að við gefum upp skuldina. Og það sem gerist er að sá sem hefur gert okkur eitthvað, sem hefur kannski langan tíma búið frítt hérna upp í kollinum á okkur og haft áhrif á okkur, honum er sagt upp leigunni og hann fær að fara og við fáum að vera frjáls. Fáum að hætta að láta þetta atvik það sem gerðist grassera endalaust í lífum okkar og hjart okkar verður heilt á þessu sviði. Þegar við gefum skuldinu upp verðum við frjáls. Þegar við leifum beiskju og biturleik og reiði að hafast við í lífum okkar, þá erum við að skaða okkur. Þá erum við að skaða okkur. Og ég þekki fólk sem er búin að eyða árum og áratugum í beiskju og reiði. Og það hefur áhrif á allt þeirra líf. Tækifærin lokast og það er svo sorglegt og sem hirðir þá sér maður þetta svo oft og þetta er svo yfirgengilega sorglegt að horfa upp á fólk glata lífi sínum í beiskju og reiði og missa tækifæri lífsins. Missa því sem Guð vill fyrir líðara. Við þurfum að sleppa tökunum og alveg eins og með játninguna þá þurfum við að endurtaka leikinn aftur og aftur og aftur á meðan við lifum. Þriðja atriðið, og ég hef ekki talað þetta atriðið áður. Ég veit ekki hvort að þið hefur heyrt talað áður. Við tölum ekki oft það. Að þetta heitir græðgi. Heyri á mér? Nei, græðgi. Eitt af einkennum fylgjandi Jesú er gjafmildi. Að við gefum af okkur. Að við lifum fórnfúsu lífi. Að við lifum ekki fyrir okkur sjálf, heldur lifum fyrir Guð og við lifum fyrir annað fólk. Það er eitt af einkennum Jesú. Og svo treystum við á móti á fyrirsjá Guðs að hann sér fyrir okkur. Og mér finnst við stundum að hafa glatað þessu. Í þessu þjóðfélagi sem við lifum í, þar sem einstaklingshyggja er það sem ræður. Að við tökum það yfir okkur. Við tökum þátt í því. Við hættum að lifa fyrir Guð og aðra og við lifum fyrir okkur sjálf. Hvað er það sem hentar mér best? Græðgi er þannig
að sá sem á hana hefur á eigin mati allt skilið. Ég á skilið af því að ég hef unnið fyrir því. Og sennilega miklu meira en ég hef. Og sá sem hefur græðgi, hann á aldrei nóg. Hann þarf alltaf meira. Hann á meira skilið. Það græðgi. Græðgi segir, ég hef lagt svo mikið til þjóðfélagsins að ég ætti eiginlega bara að vera undanskilin skatti. Þú veist, ég er búin að leggja svo mikið á sig. Ég er búin að gera þjóðfélaginu svo gott og ríkið ætti eiginlega bara að borga mér fyrir að vera til. Er ég að menn? Nei, tjó. Ekki að menn við því. Og það sem er svo áhugavert við græðgi, ég hef aldrei hitt neitt með græðgi. Fólk hefur komið til mín, það hefur játað alls konar hluti fyrir mér. Fólk hefur komið til mín og játað alls konar synd og ljót leyndarmál og ófyrirgefningu og allt svona. Ég man ekki eftir neinu sem kom og sagði, Aron, það er svo mikið vandamál í mínu lífi, ég er svo gráður. Má ég svo réttum þetta, hver er gráður hérna inni? Þetta er ekki eitthvað sem við viljum viðurkenna í okkar lífum. En ef við horfumst í augu við það, að þá er það miklu meira en við þurfum og viljum játa. Við segjum frekar, ég er bara góður ráðsmaður þess að ég meina Guð hefur gefið mér. Ég er bara góður ráðsmaður. En í hjart okkar lifum við lífum sem segir, ég vil meira. Ég þarf meira. Mitt ríki þarf að byggjast upp en ekki Guðs ríki. Lausnin við græðgi er einföld. Hvað haldið hún sé? Gefa, það er rétt. Hún er að gefa og gefa ríkulega. Að losa höft græðgi í lífum okkar. Að gefa ríkulega til þeirra sem þurfa á að halda og í ríki Guðs. Það er bara ein leið. Og við getum beðið Guð að taka frá okkur græðgi og gera okkur gjafmild eins lengi og við viljum. En það eina sem hann mun segja, taktu veskið og gefðu. Það er lækningin. Þá losnar undan þessu hugafari. Að vilja alltaf meira og meira. Leiðin til að losna undan græðgi er að gefa. Og þá er ég að tala að gefa eins og það er í Mattheus 7. kafla. Ég ætla að lesa það fyrir ykkur. Varist að iðka réttlæti yðar fyrir mönnum, þeim til sýnis. Annars eigi þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu skaltu ekki láta þeita lúður fyrir þér, eins og hræsnarar gjöra í samkunduhúsum og á strætum til þess að þeir hljóti lofa mönnum. Sannarlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín, en þegar þú gefur ölmusu, viti vinstri hönd þín ekki hvað svo hægri gerir. Svo ölmusa þín sem sé í leinum og faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Við erum ekki að gefa til þess að líta vel út. Til þess að fólk dáist að okkur. Við erum að gefa vegna þess að það er rétt. Við erum að gefa vegna þess að Guð kallar okkur til þess og það losar okkur undan okkur sjálfum. Undan okkar eigin græðgi. Jesús sjálfur, eins og með svo margt annað kemur sér beint að efninu, hann segir, safnið ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og rið eyðir og þjófar brjótast inn að stela. Safnið heldur fjársjóður á himni þar sem hvorki eyðir möl né rið og þjófar brjótast inn að stela. Því að hvar sem fjársjóður þinn er, þar munið hvað vorum að tala um að hjarta þitt vera. Þannig hvar er fjársjóður okkar? Fyrir hvað lifum við? Lifum við fyrir okkur sjálf og okkar eigið ríki eða lifum fyrir Guðs ríki? Lifum fyrir að byggja upp í kringum okkur. Og það sýnir sig mjög mikið í því hvað verður peningun okkar. Hvað er hjarta okkar? Finnst þér erfitt að gefa? Finnst þér erfitt að skila 10? Af hverju? Af hverju? Hvar er hjarta þitt? Hvar er hjarta þitt? Hvar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Hvernig getum við sannfært okkur sjálf það að við komumst betur af fjárhagslega með að heiðra ekki Guð með fjármunum okkar? Hvernig getur það verið niðurstaðan í okkur?
Við getum treyst Guði. Við eigum stóran Guð sem að elskar okkur. Hann sér fyrir okkur. Og við þurfum að heiðra hann. Og ef þú sá sem segir sjálfa þig, þegar ég á aðeins meira, þá ætla ég að byrja að gefa. Þá mun sá dagur aldrei koma. Munið hvað þið voru með í laun fyrir 10 árum síðan. Rifið það eins upp. Ef þið myndu hugsa það þá, hvað þið hefði í laun í dag, þá myndu þið hugsa bara, vá, þvílíkt yfir flæði mun vera þá. Ég þarf ekki að lifa nema broti af því og síðan get ég gefið restina. Við erum kannski með 2-föld, 3-föld laun, mörg okkar, við það sem við höfðum fyrir 10 árum síðan. En hvað? Síðan höldum við áfram að lifa og við fáum meira og við búum til fleiri þarfir. Og það er aldrei svigrúm í líf okkar. Vegna þess að því meira sem við fáum, því meiru eyðum við. Og við búum aldrei til þetta svigrúm fyrir Guð. Til þess að gefa, til þess að deila til annara. Heldur fyllum við alltaf svigrúm leið og það kemur. Þegar hólminni komið, snýst þetta hjart okkar, þetta snýst ekki hvað við eigum. Þetta snýst hvað hjarta okkar gagnvart Guði. Þetta ekki fjárhagslegt, þetta hjartamál. Og við þurfum að gera það upp við Guð, hvar við viljum að hjarta okkar sé. Og vera fólk sem að gefur af okkur, sem að lifir ekki bara fyrir okkur sjálf. Í síðasta góðæri, muni eftir því, þá voru margir sem höfðu fullt af peningum og líka fólk innan kirkjunar. Og síðan kom hrunið og það hrundi allt og margir sögðu, og bara ef ég hefði gefið meira. Bara ef ég hefði haft vitaði þegar ég átti nóg að lifa ekki bara fyrir mig sjálfan og nú var allt farið. Hvernig ætlar næsta góðæri að vera hjá okkur? Hvernig ætlar þitt næsta góðæri að vera? Ætlar að lifa fyrir sjálfan þig eða ætlar að byggja upp Guðs ríki? Ákveðu það í dag. Ákveðu í dag fyrir hvað þú ætlar að lifa. Fyrir hvað hjarta þetta ætlar að slá á. Græðgi stjórnaði ferðinni þá. Ætlum við að láta græðgi stjórna ferðinni núna? Eða ætlum við að losa fyrir Guðs ríkið til þess að fá að vaksa, til þess að fá að byggjast upp. Í Sálmi 26:2 stendur rannsaka mig Drottinn, reyn mig, prófa hug minn og hjarta. Drottinn gefa mætti vera heil. Drottinn gefa hann mætti eiga hjarta okkar og allt sem því fylgir. Allt sem því fylgir. Leiðin til að losna undan græðgi að gefa og vera rausnaleg og gera okkur grein fyrir því að blessanir okkar þær koma frá Guði. Að við eigum bara það sem Guð hefur gefið okkur. Þannig að hvernig hefur það í hjartanu? Hvernig hjartað þitt? Hvernig hjartað þitt? Slær það rétt? Ertu með gangtruflanir? Ok? Eitthvað sem á blokkar að flæðið í lífiðinu gegnum hjartað? Svona ýmsar síur sem að blóðið þarf að fara í gegnum? Þegar hjarta fara að slá eðlilega þá flæðir lífið, þá súrefnisupptakan góð og þá erum við heilbrigð. Og ég þrái það svo fyrir kirkjuna á Íslandi, við fáum að vera heilbrigð. Að við hættum að sjá fólk falla svona hræðilega. Að við fáum að vera heilbrigð. Að við hættum að lifa fyrir okkur sjálf, fáum að vera heilbrigð. Að við hættum að sjá fólk glata lífi sínu í ófyrirgefningu og beiskju. Og fáum að vera heilbrigð. Fáum að hafa heilbrigt hjarta. Að fáum að vera ekta og fáum að lifa fyrir Guð. Og mér langar að biðja þig í dag að skoða þitt hjarta. Taka smá hjartatjekk á sjálfu þér. Hlusta á hjartað þitt. Hvað það í mínu lífi sem stenst ekki skoðun? Hvað það í mínu lífi sem þarf að laga í hjartanu? Og þegar við göngum núna að eftir að borði Drottins og Guð ætlar að leiða okkur inn í það, þá hvet ég til þess að gera það sem stendur ritningu, það stendur hver maður prófið því sjálfan sig. Og við prófum okkur og skoðum okkur og gerum það upp við Guð núna. Hvað við ætlum að gera? Þannig við fáum að ganga heil. Þannig við sem kirkja fáum að vera heil. Biðjum saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert svo yndislegur og þú ert svo stórkostlegur Guð. Og þakka þér fyrir að fáum að lifa fyrir þig, Drottinn minn.
Þakka fyrir þú hefur gert svo margt í lífum okkar, Drottinn, þú gefur okkur gleði þína og ég bið þess að hjarta okkar mætti halda áfram að slá í þeim takti, Jesús minn. Faðir, að hegðun okkar mætti ekki bara vera eitthvað lært fyrirbæri sem ekki í takti við hjarta okkar, heldur mætti þetta tvennt fara saman og afleiðing þess sem í hjarta okkar frá þér mætti vera góðir ávöxtur í hegðun okkar, Jesús minn. Að það mætti fara þá leiðina, Drottinn. Í Jesú nafni, hjálpa okkur að fyllast daglega af þínum anda, Jesús minn. Og skoða hjart okkar, að fáum að lifa heil, að fáum að lifa ekta, Jesús minn. Og ég þakka fyrir heila leika þinn. Ég þakka fyrir þú þráir allt hjart okkar. Viltu hjálpa okkur að hætta að skipta þig niður og gefa þér hluta? Viltu gefa þér okkur öll? Að við möttum öll fá að tilheyra þér, Jesús minn. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Guðni, gjör svo vel. Við ætlum að hafa hlutina þannig að við ætlum að biðja forstöðumenn að koma hérna. Við skiptum okkur í 4 stöðvar. Við ætlum að biðja ykkur hérna þessa hópinn sem hérna lengst til hliðar og þennan bekk sem hér næst þeim að koma ganginn þarna og fá þjónustu þarna megin. Og já, ef við mætti biðja fyrrum forstöðumönnum að koma hérna líka að vera með okkur og makar líka velkomnir að sjálfsögðu. Ég ætla að biðja ykkur sem eru hér til hliðar og þennan hóp að koma hingað og fá þjónustu hér. Og þið sem eru hérna í miðjunni komið hingað til þeirra 2 stöðva sem eru hér og fáið þjónustu. Ég ætla að biðja að ganga bara á ykkar hægri hönd út úr bekkjaröðunum og koma þannig í einfaldri röð og fara svo hinum megin aftur tilbaka, þannig að við séum að sé ekkert svona engin hindrun í þessu flæði, nema að sjálfsögðu þið sem komið hérna þennan ganginn þarna, þið komið bara og farið síðan inn í röðina á einfaldan hátt. Ég ætla að lesa úr orði Guðs, þar sem Páll kennir okkur þá opinberun sem hann fékk það að minnast krossdauða Jesú Krists og að minnast þess sem hann hefur gert fyrir okkur. Ég ætla að lesa hérna í fyrra bréfi Páls til Korintumanna frá 23. versi þar sem stendur: Því að ég hef meðtekið frá drottni það sem ég hef kennt ykkur. Nóttina sem drottinn Jesús var svikinn, tók hann brauð, gerði þakkir, braut það og sagði: Þetta er líkami minn, gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi bikar er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjörið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Hvert sinn sem þið etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þið dauða drottins þangað til hann kemur. Hver sem etur brauðið eða drekkur bikar drottins á óverðugan hátt, verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Hver maður prófið því sjálfan sig áður en hann etur af brauðinu og drekkur af bikarnum. Því að sá sem etur og drekkur án þess að gera sig grein fyrir því að það er líkami drottins, hann etur og drekkur sjálfum sér til dómsáfellis. Þess vegna eru svo margir sjúkir og krankir og lasburða á meðaliðar og allmargir deyja. Ef við dæmdum okkur sjálf, yrðum við ekki dæmd, en þegar drottinn dæmir okkur, er hann að aga okkur til þess að við verðum ekki dæmd, sek ásamt heiminum. Jesús er stórkostlegur og hann gaf okkur líkama sinn til þess að við mættum verða heil.
til þess að syndir okkar mættu vera þvegnar í burtu, og þetta vitum við. Og fyrir það þökkum við, og þess erum við að minnast hér í dag. Og mér langar að gera stutta bæn áður en að við göngum að borðinu. Og mér langar að gefa þér tækifæri sem að ert að velta því fyrir þér hvort þú eigir að koma hérna yfirleitt fram hér í dag og þiggja þessa þjónustu sem er svo einföld að taka við brauðinu og drekka af bikarnum til þess að minnast þess sem Jesús gerði fyrir okkur. Að þá vil ég segja þér þetta: þar sem þú situr eða þar sem þú stendur eða hvar sem þú ert, að þá elskar Jesús þig og að blóði hans hefur þegar verið úthellt. Og það eina sem þú þarft að gera er að segja: Jesús, viltu hreinsa mig? Og ef þú hefur eitthvað á samviskunni sem að þér finnst hindrað í því að koma hérna fram til þess að þiggja þessa einföldu þjónustu og minnast þess sem Jesús hefur gert fyrir okkur, þá hvet ég þig núna til þess að nota þessi augnablik og játa í huga þínum, í hjarta þínu: þú ert drottinn Jesús, viltu hreinsa mig? Viltu fyrirgefa mér? Og þú getur sagt það með sjálfum þér eða við þann sem situr við hliðina á þér eða þeim sem þú treystir. Eins vil ég segja við þig að þú ætlar að koma hérna upp og þú átt eitthvað óuppgert við bróður þinn eða systur. Ekki koma hérna upp án þess að segja fyrirgefðu. Ekki koma hérna fram án þess að segja: viltu fyrirgefa mér? Ég skal bæta þér það upp sem ég gerði. Leyfðu heilögum anda sem er sannarlega heilagur og er í hjörtum okkar hvers og eins í kvöld. Og hann segir: það sem 2 eða 3 eru samankomnir, þar er ég mitt á meðal. Leyfðu honum að sannfæra þig synd, réttlæti og dóm. Ég get ekki gert það, en hann getur gert það. En hann leysir líka og hann gefur frelsi sem er undursamlegt. Og ég ætla að biðja ykkur núna að rísa úr sætum. Við skulum biðja saman. Jesús, ég þakka þér fyrir elsku þína og náð. Ég þakka þér fyrir blóðið þitt sem rann á Golgata. Og ég þakka þér fyrir dauða þinn og hrópun þín á krossinum. Og ég þakka þér fyrir þú sagðir: viltu fyrirgefa þeim, Faðir, því þeir vita ekki hvað þeir gera. Og ég þakka þér, Jesús minn, að þú lést ekki þar við sitja, heldur fórstu niður til heljar og predikaðir yfir öndunum í varðhaldi. Og ekki það var nóg. Þú reistu frá dauðum til þess að fullkomna verkið. Og ég þakka þér fyrir það, Jesús minn, að þú hefur gefið okkur í dag að eiga samfélag við þig. Þú hefur gefið okkur í dag að eiga frið í hjart okkar og sátt við þig og sátt við menn, við bróður okkar og systur. Drottinn, vilt þú leysa, vilt þú sannfæra synd, réttlæti og dóm. Og ég þakka þér fyrir að þú ert sá sem fyrirgefur, að þú ert sá sem að leysir fullkomlega. Og ég blessa þitt heilaga nafn, Jesús. Ég þakka þér fyrir blóðið þitt. Ég þakka þér fyrir krossdauðan, Jesús. Ég þakka þér að þú ert drottinn og Guð minn og okkar allra. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Komi ríki þitt og verði viljið þinn í lífi mínu. Komi ríki þitt og verði þinn vilji í líf okkar hvers og eins í dag. Heilagur Jesús. Þú ert verður að fá alla dýrð og allan heiður og alla lofgjörð. Í Jesú nafni, amen. Gjörðu svo vel, vinir. Ég ætla að biðja fyrirbiðjendur að koma hérna og raða sér á sitthvorn vænginn til sitthvorrar handar. Og ef þið viljið fá fyrirbæn í áframhaldi, að þá gjörðu svo vel að komi og þiggið af gjöfunum og fáið fyrirbæn hérna til sitthvorrar handar eftir því hvar þið sitið. Skulum bara láta þetta ganga ljúflega og láta bröðinu bara vera einfalt.
Já, nú þessari brauðsbrotningarstund að svona fara að ljúka og fólk að ganga fram til brauðsbrotningar. Mér langar að hvetja þig og ykkur sem eru heima að taka þátt. Takið endilega þátt í brauðsbrotningunni, hvar sem þið eruð. Það þarf bara til djúsglas eða lítið djúsglas og brauð eða keksbiti og komdu fram fyrir Drottinn. Hann vill mæta þér hér og nú. Hann bíður eftir að þú komi til sín með hjartað eins og Aron var að tala áðan, að komdu með hjartaði, komdu með það sem liggur á hjartaði fram fyrir Drottinn. Og ef þið eruð fleiri saman, að þá komið þið fram fyrir hann í sameiningu og finnið ykkur bara frjálsi að verið hugmyndarík með það sem að þið getur notað til brauðbrotningarinnar og verið með okkur. Og því að Guð, hann þráir að fá að vera með ykkur og mæta ykkur núna þar sem þið eruð. Og við langar bara að biðja með ykkur þar sem þið eruð. Drottinn Guð heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir að þú gefur okkur tækifæri til að koma fram fyrir þig. Þakka þér Drottinn minn að það skiptir ekki máli hvar við erum eða hvernig við erum eða í hvað ástandi. Þú vilt mæta okkur því að þú elskar okkur og ég þakka þér fyrir það. Og ég þakka þér Drottinn minn fyrir að við getum sameinast í bæn gegnum aldir ljósvakans Drottinn minn eða þar sem við erum með hvort öðru, hérna í kirkjuleikakoti eða út í tjaldi eða inn í skála eða heima eða út í bíl eða hvar sem við erum. Ég þakka þér Drottinn minn að þú mætir okkur hvar sem er. Já, heilagi Faðir, og ég lyfti þeim upp til þín Drottinn minn sem eru einir og ég stend með þeim í bæn Drottinn minn, þeir sem vilja koma fram fyrir þig. Og ef þeir hafa ekki neitt á milli handana til þess að brjóta brauðið með Drottinn minn, að þá skoða þú hjörtin þeirra og þú þekkir þrá þeirra og þú þekkir bænir þeirra Drottinn minn. Og ég bið þeim að mæta hann heilagi Faðir núna þessari stundu og ég leys út engla til þjónustu við alla þá sem að þrá Drottinn minn, finna sig kannski hrædda eða einmana og afskipta Drottinn minn. Það bara sendu engla til þeirra, hvort sem það í manneskjur eða andi þinn heilagi Faðir, að biðja í Jesú nafni, mætti þeim Drottinn minn núna þessari stundu. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Amen. Já, kæru áhorfendur og hlustendur, þetta voru yndislegu morgun, yndislega stund hérna og ég vona að þið hafi notið þess hvort sem það hefur verið heima eða við útvarpstæki. Ég bið bara að ekki sleppa því að gefa Guði hjarta þetta að láta hann rannsaka það. Hvort sem það eins og Aron lýsti hjarta pabba síns þarna upp á skurðarborðinu eða upp á einhverjum bakka. Guð, hann með stórkostlegan bakka og hann með stórkostlega verkfæri til þess að gera aðgerðir á hjarta þínu og mínu. Og svo vil ég bara minna á dagskránna hérna áfram í dag og ég hveti til að koma ef þú ert ekki þegar hérna á staðnum, að komdu og vertu með okkur. Það er yndislegt að vera hérna og ef þau eru ekki tök á því, þá vertu með okkur á netinu eða í sjónvarpinu eða bara í útvarpinu því að við erum saman. Og ég ætla að minna á að það er núna klukkan 2, þá er sálmastund, svona gömlu góðu sálmarnir verða sungnir og það er dagskrá, full dagskrá hérna fyrir börnin í dag og það verður dagskrá fyrir úlingana. Og svo er samkoman hjá okkur í kvöld klukkan 6, ekki klukkan 7 heldur klukkan 6 og þar mun Stefán Kristjánsson tala til okkar og svo verður tímavélin fyrir úlinga. Morgun líka, það er mánudagurinn, hann er ekki til mæðu, hann er til bara mikilvæga. Ég bara þakka ykkur fyrir að vera með okkur núna og sé ykkur vonandi í dag eða þá við heyrumst á öldum ljósvakans. Við verum með okkur og Guð blessi ykkur. Í Jesú nafni. Amen.
Ooh.